Góðan, Jens heiti ég og lektor í iðnaðarlíftækni og ég ætla að kynna ykkur fyrir ykkur meistaranám í iðnaðarlíftækni. Meistaranám í iðnaðarlíftækni einstaklega þverfræðilegt nám og að auki myndi ég segja að þetta væri einstaklega alþjóðlegt nám því að módelið sem við byggjum á þetta nám að þetta sambærilegt skandinavísku meistaranámi þar sem mikið samstarfið bæði við atvinnulíf og kúrsarnir sem við erum með, þeir eru kenndir á fyrsta ári og síðan kefst kostur nemendum á því að vinna hagnýt verkefni, bæði við lítandi fyrirtæki eða í akademíu. Viðfangsefni námsins, þau eru nokkuð fjölbreytt. Það hægt að setja námið upp í nokkra undirflokka og einn flokkur orkuefnalíftækni. Orkuefnalíftækni má segja að sé þegar nýtt eru örverur til þess að framleiða lífeldsneyti og þetta eitt af því sem Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt mikla áherslu á að ef við ætlum okkur að vera algjörlega laus við eldsneyti sem kemur úr jörðinni að sé einhver leið til þess að og við fáum aðra leiði til þess að nýta eldsneyti og það til dæmis gert með líftækni. Líftækni lyfjaiðnaði, þetta eitthvað sem okkur frekar tengt okkur á Íslandi því að við höfum hér nokkur fyrirtæki í lyfjaiðnaði, meðal annars Alvotech sem hefur verið í miklum samstarfi við okkur í HÍ og einnig hafa nokkrir nemendur tekið verkefni þar hjá okkur og margir okkar kúrsar byggja líka á að byggja upp grunn til þess að fá þekkingu til þess að starfa í fyrirtæki eins og Alvotech. Líftækni efnaiðnaði, þetta í sambærilegt orkuefnalíftækninni, hér erum við að tala þeirra efni sem eru notuð í efnaiðnaði þegar þau eru búin til úr einföldurum sykrum til dæmis og þá nýtt örverur til þess að framleiða þessi efni. Það þykir það töluvert betri leið heldur en að nýta jarðefnaeldsneyti. Matvælaalíftækni, þetta eitthvað sem við Íslendingar erum alltaf að hampa okkur á, að við erum að nýta afurðirnar betur sem við fáum náttúrunni, meðal annars úr sjó og landi. Og líftæknin getur nýst í að brjóta upp til dæmis efni sem hefur ekki verið hægt að nýta áður, til dæmis eins og kollagen, ákveðnar aukaafurðir í sláturafurðir og þá til dæmis nýtt ensím sem koma oft en ekki úr örverum. Líftækni í landbúnaði, þetta eitthvað sem margir tengja við erfðabreyttar lífverur. Það stór partur af þróun í landbúnaði og sérstaklega í landbúnaði sem tengist framleiðslu á grænmeti. Þar líftækni að koma sterk inn í að þróa betri leiðir til þess að gera bæði gott beta-grænmeti og eyða einnig minni orku og landi. Samsetning námsins, þetta eins og segja, þetta ekki alveg klassískt meistaranám, það sem við þekkjum í Íslandi, það sem að meistaraverkefnin taka oft meiri partinn og síðan eru valkúrsar. Því að við erum með nokkuð sterkan skyldukúrsakjarna sem að þykir nokkuð sérhæfður líka og það myndar ákveðin kjarna fyrir nemendur og við höfum séð að það hjálpar mjög mikið upp á að myndist svona hálfgett bekkerkerfi. Við sjáum það að þetta til dæmis við erum með svo einstaklega fjölbreytta nemendur hvaðan þeir eru að koma. Við getum með nemendur sem hafa mikið grunn í líftækni líffræðifögum og með aðra nemendur sem jafnvel að koma verkfræði hafa það kannski meiri stærðfræðikunnáttu og við höfum alveg séð þessa nemendur hjálpa hver öðrum að styrkja sína veikleika með því að byggja á hjálp frá þeim sem að hafa meiri þekkingu. Og valkúrsarnir, þeir eru mjög margir og við erum búin að taka í gegn alla valkúrsa sem okkur dettur í hug að eigi skylt við líftækni á einhvern hátt og þar lendi verður það að vali og það allt upp í 20-40 eininga eftir hvernig þið byggja upp námið.
vegna þess að við látum nemendur velja sjálf meistarverkefnin og þegar þið komið inn í námið þá þurfum við ekki að vera búin að finna leiðbeinendur. Við hjálpum ykkur í því og við höfum séð að þetta hefur gengið mjög vel að láta nemendur hafa hitt eigið frumkvæði að hafa samband við leiðbeinendur með næst lítilni fyrirtækjum og við telum þetta eiginlega nokkuð einstakt form á námið því að þetta eitthvað sem að gerir fólki auðveldara að koma inn í námið ef það veit ekki hvað það vill, ef veit ekki hvaða meistarverkin það vill vinna því að oft það þannig að þú þarft að vera búin að finna leiðbeinendur og þú kannski áttar þig ekki alveg á hvernig það gerir þetta nákvæmlega hvernig verkið þú vilt vinna þannig að við hjálpum ykkur mjög mikið fyrsta árið við það. Inntökuskilyrðin, þetta eru svona klassísk inntökuskilyrði. Það þarf að vera með meðaleinkunn 6,5 eða hærri og það er mjög breytt hver grunnur ykkar þarf að vera. Það allt frá BS-prófa svið heilbrigðisvísinda, verkfræði, líffræði, efnafræði og annara raunvísinda. Ef að þið teljið ykkur mögulega vera á gráu svæði að passa upp í þessi skilyrði, ekki hika samt við að sækja Og eins og ég segi það þarf ekki að vera komin leiðbeinandi lokaverkefni og umsækjendur þeir skili stuttri greinargerð sem 1-2 blaðsíður á ensku. Þetta eingöngu til að hjálpa okkur til þess að skilja betur hvað þið viljið fá út úr náminu og einnig kannski til að sjá hversu vel ykkur gengur að skrifa texta á ensku en þetta ekki hlutur sem að þið þurfa að hafa miklar áhyggjur af að við tökum alvarlega. Það þarf meðmæli frá 2 einstaklingum þá annarkot kennurum eða fyrri yfirmönnum sem þekkja vel til umsækjenda. Já, tækifæri að námi loknu. Þetta held ég sú glæra sem ég finnst skemmtilegast að tala því að ég get fullir það að allir þeir sem að hafa útskrifast með MSc í innanlífræði hafa fengið störf við hæfi. Ég bara fylgi nemendum það vel eftir náma ég tel mig geta fullir þetta og það mikið sókn í þessum geira. Þetta við tölum oft innbyltingar að það hefur ekki ennþá verið að tala að lífræðinni sé með sérstaklega með einu ákveðnu byltingu en ég hef alveg getað sagt að það eitt af því sem að við munum þurfa slík bylting því að við munum þurfa að kljást við áskorunir eins og að geta framleitt líftækni á stuttum tíma, til dæmis gegn mjög erfiðum sjúkdómum og það spáð mikla aukningu í stofnun sprotafyrirtækja innan líftækni gera. Svo ég mun vera með glæru hérna sem ég ætla að sýna ykkur á eftir sem að ég tel að sé líkil þáttur í því að við munum geta gefið þessa þekkingu og stunda þessa öflugu rannsóknir sem þarf. Og það þessi hér. Háskóli Íslands og Alvotech hafa verið í samstarfi í vísindagörðum í allavega 5 ára ekki meira og Alvotech hér í Vatnsmýrinni við Sæmundargötu og þau að byggja vissi aukabyggingu þar sem að verður rannsóknar setur í Alvotech og Háskóli Íslands mun vera þar með rúmlega 400-500 fermetra það sem eru algjörlega sérhæft rannsóknarrými fyrir líftækni og það allt frá örveruræktunum upp í mannafrumuræktanir sem verða stundað þar og ýmis tæki til hreinsunar á vörum og þetta verður rauninni algjörlega einstakt rými sem hefur verið algjörlega þróað með þarfir líftækni og innan líftæknina í huga og þetta eitthvað sem að ég tel að sé algjörlega nauðsynlegt fyrir til dæmis sprotafyrirtæki að geta sótt í algjörlega sérhæfðan rannsókna innviði og þetta mun líklega verða tilbúið árið 2023, næsta ári. Þannig að það eru mjög góðu tíma framöndan varðandi allan innviði fyrir líftækni. Þá held ég að það sé ekki meira frá mér líftæknina en bara svona almennt þá geti haft samband við nemendaþjónustuna til að fá meir upplýsingar. Ef það eru sérhæfða spurningar þá enda oft þessar spurningar bara á borðið hjá mér þannig þótt ég sendi til nemendaþjónustunar þá þurfa ekki endilega að leita mig uppi þau finna mig alveg
og það netspjall líka í gangi á HÍ sem þið getið fengið líka upplýsingar og á lokum getið líka hringt sem oft bara gott ef maður hefur mjög mikið að segja frá sem maður að koma hlutu frá sér í tölvupóstum eða í skriflegu formi og svo eru líka upplýsingar á HÍ og einnig á heimasíðu námsins hi.is/innanlítandi og hvað segir maður það bara hi.is umsóknarfrestur til 15. apríl og ég bara eindregið mæli með þið sækið það sakar aldrei að sækja við munum alltaf fara mjög gaumgæfilega gegnum allar umsóknir. Takk fyrir mig.